og síðan sko setja fjölmiðlarnir ákveðin mál á dagskrá og það greinilega hefur áhrif á mat kjósenda á því hvað skiptir máli. Það kemur sem sagt í ljós svo þegar það kannað eftir á, og eitt af mörgum hlutverkum fjölmiðla að setja á dagskrá mál sem eru brýn og varða okkur öll og krefja stjórnvöld svara við hvað eru þið að gera í því. Einkareknir fjölmiðlar þeir reiddu sig miklu meira á auglýsingatekjur, og þegar að auglýsingatekjurnar svo fara að gefa eftir eða færa sig yfir á aðra miðla, að þá hefur það svo rosalega áhrif. Þú ert að hlusta á Plan B, hlaðvarp loftslagsbreytingar og orkumál, og ég heiti Jean-Rémy. Í þessu hlaðvarpi reynum við að rannsaka og útskýra hvað að gerast í orkumálum og umhverfismálum og hvaða áhrif munu þessar breytingar hafa á efnahag okkar og samfélög. Saga mannkyns tók ófyrirséða stefnu fyrir 200 árum þegar við fundum upp jarðefnaeldsneytið. Sú orkulind hefur reynst vera einhvers konar hvalreki sem við höfum reist nútíma samfélögin okkar á. En nú neyðumst við til að breyta stefnu, þar sem jarðefnaeldsneyti hvorki ótakmörkuð né gallalaus orkulind. Í þessum þáttum fáum við vísindamenn, sérfræðinga, stjórnmálamenn og aðra til þess að raða saman púsluspilin og reynum að komast að rót vandans. Við rýnum í framtíðina og ræðum hvernig við getum búið okkur undir hana, bæði sem samfélag og sem einstaklingar. Valgerður Anna Jóhannsdóttir, takk fyrir komuna í Plan B. Mín ánægð. Við ætlum að ræða aðeins fjölmiðla, hlutverk þeirra og umræðan hjá þeim loftslagsmál. En til að byrja með, getur þú sagt okkur aðeins frá þér? Þú varst einu sinni blaðakona, en ekki lengur, og svo nú ertu kennari, kennir blaðamennsku við Háskóla Íslands. Getur þú sagt okkur aðeins hvernig var ferillinn þinn sem blaðamaður og síðan sem kennari og rannsakandi í háskólanum? Já, það er spurning hversu langt aftur ég að fara. Ég tók sem sagt BA í stjórnmálafræði hér við Háskóla Íslands, og rétt áður en ég lauk því þá byrjaði ég að vinna sem blaðamaður á DFF, fór síðan út í framhaldsnám, tók meistarapróf í blaðamennsku við City háskóla í Lundunum, og þegar ég kem heim frá því að þá byrjaði ég að vinna á Ríkisútvarpinu á fréttastofu útvarps. Var þar í 6-7 ár eitthvað svoleiðis, tók svo smá svona hliðarhopp og var fréttastjóri á dagblaði sem að þá var gefið út og hét Dagur Tíminn, en fór síðan aftur á RÚV og var á fréttastofu Sjónvarps í eitthvað álíka langan tíma, 7-8 ár held ég, og var þar aðalega í pólitískum fréttum, ég held að titillinn hafi verið þingfréttaritari, og svo svona undir það síðasta var ég vaktstjóri og varafréttastjóri á RÚV. Bauðst svo það losnaði staða hér í blaðamennsku náminu sem að þá var meistaranám, og ég ákvað að sækja og fékk. Það var nú kannski fyrst og fremst svona bara fjölskyldu ástæðum. Ég var þá með ung börn og vaktavinnu kerfið og bara svona fréttamennskan almennt, hún svona svolítið gleypir mann, og en það var samt ekkert annað en einhvern veginn fréttir sem hann kom af stað hjá mér eða mig langaði til þess að vinna við. Þannig að
ég ákvað að láta slag standa og sótt sem sagt þetta starf sem kennari og umsjónarmaður meistaranámsins í blaðamennsku og hef verið hér síðan. Og þú ert dósent í blaðamennsku, heitir það? Já. Þannig að þú hefur unnið fjölmiðlum og hefur góða yfirsýn yfir því hvernig þeir hafa breyst í gegnum tíðina, það ekki að það var allt annað umhverfi þegar þú varst að byrja sem blaðakona heldur en í dag, það er búið að breytast töluvert. Það gríðarlega mikil breyting þegar og stundum mér sér sko þá þegar maður er að tala við nemendur sína þá sér maður að þetta bara sko veruleiki sem að þeim svo fjarri. Ég til dæmis sko man bara eftir því þegar að fyrstu svona GSM símarnir komu og þótti bara mikið undur. Þannig að já, þetta rosalega breytt og internetið var kannski bara frekar nýtilkomið þegar þú varst að byrja. Já, það var það sko. Þannig að og þetta þetta sko rosalegar tækni breytingar en líka bara svona allt hvað getur maður sagt, bara allt landslagið, allt fjárhagsumhverfið, þetta hefur breyst alveg rosalega. Þegar svona og ég meina það alltaf ákveðin hætta við því að tala sko eins og eitthvað hafi verið svo gott í gamla daga og einhverja svona gullöld sem að held ég varasamt sko. Þá voru miklu fleiri fjölmiðlar. Þegar ég byrja þá eru svona gömlu flokksblöðin enn við lýði, það síðasta svona gespargólunni þarna rétt fyrir síðustu aldamót en það voru sem sagt mjög öflugir prentmiðlar. Í sjálfu sér mjög sko svona miðað við hvað Ísland í rauninni sko lítill markaður að þá var heilmikil fjölbreytni, öflug svona enga rekin fjölmiðlun og svo Ríkisútvarpið og ég held að þegar að svona hæst stendur og upp úr aldamótunum sko, þá verið að gefa út þetta 5 og 6 dagblöð og það var gerð hér tilraunum tíma með svona sólarhrings fréttastöð og nokkrar útastöðar og nokkrar sjónvarpsstöðvar og þar fram eftir götunum og svo bætast netmiðlarnir þar ofan á. Þannig að landslagi núna eru þetta mjög breytt og ég held að það sé alltaf kannski tvær tilhneigingar sem eru í gangi á sama tíma þegar við horfum til fortíðar. Annars vegar að maður hætti stundum að hugsa að þetta var einhver gullhöld en svo hin hliðin á því sem kannski meira hjá unga fólkinu að ímynda sér að alltaf hefur verið svo lélegt þá og miklu betra núna því að tæknin miklu betri og allt þetta sem við erum að gera í dag til dæmis hefði ekki verið hægt að gera þá. En ég held að sé alltaf mjög margt úr fortíðinni sem hægt að læra af, þannig að það er gott að reyna að vera ekki með þessa fordóma gagnvart þessu sko. Eins og þú segir, það var ákveðin fjölbreytni og ýmislegt kannski sem var mjög vel gert þá sko. Já, það var vissulega þessi fjölbreytni sem er ekki kannski áberandi núna, en það eiga bara íslenski sérstaklega einkareknu miðlarnir í miklu basli og það er ekki síst sko fyrir áhrif þessara nýju miðlunar leiða og kunnar en frá þurfa að segja að auglýsingar
hverfa yfir á netið og samfélagsmiðlana og þá vantar eitthvað svona tekigrunn að standa á sko. Þannig að svona hið hefðbundna tekjumódel fjölmiðla sem var sem sagt annars vegar sko áskrifundur og hins vegar auglýsingatekjur, það bara ekki til staðar lengur sko. Ákveðnar vísbendingar kannski að það sé eitthvað að breytast í þeim efnum, en eitt af því til dæmis sem að svona einkenndi svolítið íslenskan fjölmiðlamarkað eftir á þessari öld var þessi frímiðla fjölmiðlun. Hér ef við til dæmis berum okkur saman við Norðurlöndin, að þá voru svona frí dagblöð, ókeypis dagblöð eins og Fréttablaðið, alltaf miklu sterkari hér, þannig að einkareknir fjölmiðlar þeir reiddu sig miklu meira á auglýsingatekjur. Það voru fyrst og fremst þeirra aðaltekjur, og því leyti til var Ísland svolítið sko líkara kannski eins og maður sér í Bandaríkjunum, og þegar að auglýsingatekjurnar svo fara að gefa eftir eða færa sig yfir á aðra miðla, að þá hefur það svo rosalega áhrif. Já, þar hafa sem sagt verið að færa sig úr hefðbundinni fjölmiðlun og yfir á miðla eins og Facebook og Google og bara netið almennt. Ég meina það er skiljanlegt frá sjónarmiði auglýsinda sem að hafa þar tækifæri á að ná svona hnitmiðaðri auglýsingum og sleppa því prentskostnað. Já, og svona að sko netið auðvitað og samfélagsmiðlarnir bjóða þeim upp á að beina að ákveðnum hópum. Já, sérsníðaða sem að svona almennir fjölmiðlar kannski gátu ekki boðið upp á. En það sem að gerir sem sagt sko þegar auglýsingatekjurnar eru svona stór partur af tekjum fjölmiðla eins og þeir voru hér og eins og náttúrulega hefur verið módelið í Bandaríkjunum, að þá verður áfallið stærra, og aftur eins og ég segja, við berum okkur saman við Norðurlöndin, að þá er það líka áskriftarmódelið er miklu sterkara þar, og þar hefur til dæmis verið miklu algengara að netmiðlar eru sko á bakvið eitthvað svona greiðsluveggi, þannig að það er ég ætla ekki að fara að halda því fram að breytingarnar undanfarið hafi ekki haft áhrif á norræna fjölmiðla, það hafa þeir svo sannarlega gert, en þeir hafa samt sko staði sterkar heldur en til dæmis einkareknir fjölmiðlar hafa gert hér, og þar hefur þetta líka spilað inn í þetta sem er mjög gjarnan kallað norræna módelið, og að í fjölmiðlun, og að við höfum ekki verið partur af því fyrir bara tiltölulega nýlega, en það er eitthvað sem að á sér sko áratuga sögu annars staðar á Norðurlöndum að styrkja einkarekna fjölmiðla með opinberu fé, og hugsunin þá svo að þetta er bara mikilvægur partur af lýðræðislegri umræðu og lýðræðislegum samfélögum, og hið opinbera þarf að styðja við það rétt eins og menntakerfið eða heilbrigðiskerfið, og hér er það ekki fyrr en fyrir hvað komum 4 ár síðan að það var svo í rauninni sem var alveg svona grundvallar stefnubreyting í málefnum fjölmiðla hér á landi, að taka upp opinbera styrki til einkarekinna fjölmiðla, og hefur skipt verulegu máli sérstaklega fyrir svona minni
miðla og hinna stærri líka en ég held að fjölmiðlaflóran sem að við þó erum með, hún væri fátækari ef ekki væri fyrir þessa styrki sko. Og það er ekki þeir hafa bara sagt það sjálfur, þeir sem að standa í stafni fyrir til dæmis landsbyggðarmiðlana, að ef ekki væri fyrir þessa styrki að þá væri þeir einfallega bara úr leik og svo núna er framtíðin hvað það varðar aðeins óviss. Það er ekki kerfið hefur verið hannað til einhver ára eða það ekki, svo þarf að ákveða hvað á að koma í framhaldið. Já, það var alltaf sko þetta hefur verið gert í tvígang og í bæði skiptin er þetta til 2 ára og núgildandi lög sem sagt renna út núna áramótin og svo eins og allir vita eru kosningar og ný ríkisstjórn það verður að koma í ljós svolítið slæmt að búa við þessa óvissu alltaf fyrir fjölmiðla. Já. En það var nú eitt af því sem var svona að stumuleiti fyrir að minnstakosti áhugamenni pólitík, svolítið sérkennileg staða sko, að andstaðan við þessa stefnu sem sagt að styrkja fjölmiðla með þessum hætti, hún var fyrst og fremst innan ríkisstjórnarinnar. Það var bara einfallega ágreiningur það, eins og reyndar auðvitað margt fleira í þessari ríkisstjórn. Og sólseturs ákvæðið eða þar að segja að tímabinda þetta svona var fyrst og fremst að kröfu Sjálfstæðisflokksins sem var mótfallin þessari leið í sjálfu sér, ekki ágreiningur að staðan væri alvarleg og eitthvað þyrfti að gera og að fjölmiðlar væru mikilvægir en þingmenn flokksins voru ekki mjög hrifnir á þessari aðferð sem að hinir flokkarnir vildu fara. Svo hafa verið hugmyndir í Evrópu að skattleggja sérstaklega þessa stóru risa sem eru að nýta sér í rauninni þjónustu fjölmiðlana eins og Facebook og Google sem eru í rauninni að gera fólki kleift að deila fréttum á netinu án þess að miðlinn þurfa að borga fyrir vinnuna sem er á bakvið og þannig að það hafa verið hugmyndir að skattleggja þessa stóru dagnirisa og nota þá penningin til þess að styrkja fjölmiðla. Hvernig er staðan í þessu máli? Já, hún er í rauninni kannski bara ekki komin lengra heldur en þetta að þetta er eitthvað sem að margir tala að þurfa að gera og þar á meðal hafa íslensk stjórnvöld talað að þetta sé skref sem að þurfi að stíga en þetta eru mjög öflug fjölþjóðleg fyrirtæki sem að er greinilega aðeins meira en að segja að taka á. Miklir hagsmunir í húfi. Það eru gríðarlegir fjármunir þarna undir sko og það hefur sko, það náðist sko ríki hafa verið að reyna og svona náð einhverjum árangri. Það var sem sagt það voru sett lög í Ástralíu þetta og Meta semur greiðslur en hins vegar hefur sko fyrirtækin hafa þessi tæknifyrirtæki hafa verið mjög hvað maður að kalla það, þú vilja bara yfirleitt aldrei upplýsa nokkurn skapaðan hlut sko, hvorki hvernig algoritmarnir þeirra virka né hvert er innihaldið í svona samkomulagi sem að þau gera. Það sem að maður sko veit eins og varðandi Ástralíu er að það voru það kannski fyrst og fremst stóru fjölmiðlafyrirtækin sem að Murdoch samsteypan árekur sem að allavega ekki síst þau sem að nutu góðs af en nákvæmlega hvað í þessu samkomulagi felst
er bara já, Lindarmál. já og það eru þetta sko eins og ég segi, þessir tæknifyrirtæki þau bara eru að verja sína hagsmuni og vilja ekki gefa inn fordæmi fyrir einu eða neinu. Mjög lítið gagnsæi í þessu. Það er mjög lítið gagnsæi í þessu sko. Og eitt af því sem að til dæmis sko, Facebook gerir þegar að þessi umræða byrjar er að breyta algoritmónum þannig að fréttir svona falla aðeins neðar og halda því svo bara fram að fyrirtæki þurfi ekkert endilega mikið á þessu að halda sko. Þannig að það er við mjög ramman reipa draga sko. Og svo sér maður þú veist, svo er það eitthvað minnstur sem er að endurtaka sig sko núna með gervigreind. Það hefur svona enn og aftur, þú veist, enginn vill upplýsa nákvæmlega eitt eða neitt og þessi fyrirtæki sem að þar eru fremst í flokki hafa ekki viljað upplýsa nákvæmlega sko hvaða gögn er verið að nota til þess að þjálfa gervigreindamódelin en það hefur svona verið áætlað að það sé að mista kosti sko helmingurinn úr fjölmiðlum og að fréttum. Ein ástæðan er svo að fréttir eru bara í eðli sínu, þetta er texti sem að er sko svona tiltölulega, ég veit ekki hvort að einfaldur er rétt orðið en hann er þannig að hann hentar. Hnitmiðaður allavega? Já, hann er hnitmiðaður og það er ekki svona miklar flækjur eða túlkunar möguleikar þannig að hann hentar sem svona þjálfunar gögn og af þessu er ekki greiddar neinar afnota eða höfundaréttar greiðslur. Gervigreinda fyrirtækin eru að nýta sér vinnu í rauninni í fjölmiðla án þess að greiða fyrir hana alveg eins og með samfélagsmiðla. Já. Og ekkert auðvitað fréttir ekki það eina sko, ég meina það sama á við bara alls konar bókmenntir og listir að þetta er allt bara gleypt og tuggið á þess að það komi í sjálfu sér neitt fyrir það sko. En nú ætlum við að ræða eins hlutverk fjölmiðla svona almennt og sérstaklega það kemur að loftslagsbreytingum því í þessu hlaðvarpi þá erum við aðalega einblína þessu máli og þannig að spurningin er hvað er hlutverk fjölmiðla í þessu máli, hvað geta þeir gert og hvað eru þeir að gera nú þegar geta þeir gert betur, hvað finnst þér almennt hvernig gengur fjölmiðlum, hvernig eru þeir að standa sig í umfjöllunum loftslagsbreytingar, hvað finnst þér það? Þegar stórt er spurt kannski ekki hægt að svara bara já eða nei en svona það er mjög erfitt sko. Svona heilt yfir að þá held ég að ég myndi alveg treysta mig til að segja að þeir standi sig ágætlega ef fólk fylgist með helstu fjölmiðlum að það á það geta verið ágætlega upplýst sko hver staðan er hægt að gera betur alveg örugglega og ég meina staðan er auðvitað þannig að í loftslagsmálum hún er það vond að það er eiginlega ekki sko hægt annað en að segja já, það er hægt að gera betur hvort heldur það eru fjölmiðlar eða stjórnmálin eða almenningur og ekki bara það heldur líka verðu við að gera betur því að ef maður fylgist með fréttum að þá er alveg ljóst að það stefnir bara í óefni. Hvað er það helst sem að þér finnst að
fjölmiðlar getur gert betur eða öðruvísi? Sko, ég veit eiginlega ekki, það er Ég ætla að taka eitt dæmi kannski til að hjálpa þér. Já. Nú eru 5 dagar í kosningar og þegar að kom í ljós að það eru kosningar hérna fyrir nokkru, þá var farið í endurumbúa kosningar og allt það. Og svo kom stór umræðu þáttur á RÚV, ríkisfjölmiðlum, þar sem allir formenn flokkana voru fengnir til að svara spurningum. Og það voru 2,5 tími af umræðum og ekki einasta spurning loftslagsbreytingar. Og þetta er ríkisfjölmiðlinn okkar og við gerum kannski aðeins meiri kröfu til hans vegna þess að hann er einmitt okkar fjölmiðl. En ég var bara fyrir miklum vonbrigðum að sjá að þetta komst ekki eins og í umræðu á svona löngum þætti. Já, einmitt. Hvað finnst þér það? Jú, ég held ég geti bara tekið undir það að það sé kannski, ef maður horfir á bara svona konkrétt dæmi eins og þetta, við erum að fara í kosningar og augljóst á öllu að þessi mál eru bara, það er ekki eins og sko að maður getur sagt þau séu ekki ofarlega, þau eru bara ekkert á dagskrá, það er ekkert verið að ræða loftslagsmálin. Og það kemur fram í sko könnun eftir könnun og í viðtölum við frambjóðendur flokkana að þá er tíundað, það eru efnahagsmálin og verðbólga og vextir og það eru heilbrigðismálin og það eru menntamálin sem eru kosningamálin og eitt af mörgum hlutverkum fjölmiðla er að setja á dagskrá mál sem eru brýn og varða okkur öll og krefja stjórnvöld svara við hvað eru þið að gera í því. Hver hefur dagskrárvaldið í okkar samfélagi, lýðræðislu samfélagi? Er það stjórnmálamenn eða almenningur eða fjölmiðlar eða allir? Sko, það er náttúrulega eitt af því sem hefur þetta gjörbreyst með þessu nýja umhverfi sem við búum við, þar sem að í rauninni allir geta allavega svona fræðilega komið sínu sjónarmiða á framfæri og svona upplýsinga ofgnóttin og framboðið að efni er alveg gríðalegt, en hins vegar er það ennþá þannig að fjölmiðlarnir hafa, og þá meina ég sérsagt í svona þessum hefðbundna skilningi fjölmiðlar þar sem að eru ritstjórnir og stundu blaðamennska, hafa ennþá umtalsvert dagskrárvald. Það var til dæmis gerð sko rannsókn í Svíþjóð fyrir nokkrum árum fyrir kostingarnar, þingkostingar sem voru yfirvofandi þar og þar sem að var hans verið að bera saman mál sem að fjölmiðlar setja á dagskrá og svo hins vegar hvað þá kjósendur telja að séu mikilvæg mál. Og fólk er spurt í upphafi kosningabaráttu, svo líður kosningabaráttan og fólk er spurt eftir á og þá kemur greinilega í ljós að mál sem að fjölmiðlar taka upp og setja á dagskrá í þeim skilningi eru mál sem kjósendur telja að skipti máli. Þannig að þetta dagskrárvald fjölmiðlana er vissulega ennþá til staðar. En ég veldi fyrir mér einmitt þetta dæmi sem þú ert að taka, að það eru gerðar oft kannanir hjá almenningi, þeir eru spurðir hvað þeim finnst mikilvægast og hugmyndin er að í rauninni að stefnan kemur frá almenningi og sem hefur ákveðnar skoðanir og þá taka stjórnmálamenn það upp sem að fólk vill en stjórnmálafræðingar til dæmis sem að var rannsakað þetta segja að þetta getur alveg virkaði hinn áttina líka að margir sem að eru fylgjandi ákveðnum flokki að þeir treysta þessum flokki til að ákveða hvað á að vera í forgangi og ef
stjórnmálamenn þessa flokks segja að þetta eigi að vera aðalatriðið, þá eru margir sem að treysta því að þetta eigi að vera svona. Þannig að ef fjölmiðlar eru að nota þessar kannanir til þess að ákveða hvað á að vera í forgangi, þá eru þeir í rauninni svolítið að láta stjórnmálamenn að ákveða hvað á að vera á dagskrá. Já, en það var í rauninni sko það sem ég var að vísa í og tala með sko dagskrárvaldið og sem að sko var verið að skoða í þessari sænsku rannsókns sem að ég var að tala að það annars vegar sko í upphafi er talað er fólk kannski spurt, þú veist, hvað eru helstu málin og fólk svarar ykkur það atvinna, velferð eða eitthvað og síðan sko setja fjölmiðlarnir ákveðin mál á dagskrá og það greinilega hefur áhrif á mat kjósenda á því hvað skiptir máli. Það kemur svo að í ljós svo þegar það kannað eftir á. Þannig að það var í rauninni það sem að ég var að meina að ef að fjölmiðlar myndu fjalla og setja og vekja meiri athygli á því, heyrðu, akkur er ekki að tala loftslagsmálin, það hefur ef eitthvað heldur sko versnað ástandi, við erum að sjá skógarelda, flóð, þurrka, þetta farið að hafa áhrif hér heima, þú veist, ef að fjölmiðlar væru að setja loftslagsmálin á dagskrá þannig og spurja í 2,5 tíma þætti stjórnmálamenn út í það að þá hefði það áhrif á hvað almenningur upplifir sem mál sem skipta máli og ættu að vera kosningamál en þannig að ég get alveg sko tekið undir það með þér að það væri eitt af því sem að fjölmiðlar getur gert betur hér. Við sjáum til dæmis, ég sé rosalega mun til dæmis á því hvernig fjölmiðlar fjölluðu COVID og hins vegar loftslagsbreytingar. Þegar COVID var í gangi þá var bara í hverjum einasta fréttatíma þá var fjallað hvað væru margir búin að smittast og hvað voru nýstu reglurnar og allar tölfræði og allt þetta. Það var endalaust talað COVID. Aftur á móti finnst mér með loftslagsbreytingar að það bara talað þær. Ef það kemur eitthvað upp sérstakt, einhver flóð á Spáni eða COP-ráðstefna, þá var talað þetta. En svo inn á milli eins og þessi skiptir ekki máli lengur. Og til dæmis með dæmi RÚV, að það var RÚV sem var með mjög merkilegan kveik þátt það þegar það kom vísindamaður frá Þýskalandi, Stefan Ramstorff nýlega, og sagði að það varu töluvera líkur á því að amokstraumurinn sem kemur með hlýju til Íslands myndi stöðvast og að þá að Ísland gæti orðið nánast óbyggilegt í mjög náinni framtíð þó að sé mikil óvissa nákvæmlega hvað gerist. Þannig að RÚV flytur fréttir að þessu sem ætti að vera mjög merkilegt mál og svo 2 vikum síðar kemur umræðu þáttur stjórnmál og það er eins og þetta mál skipti ekki máli lengur. Hvernig útskýrir maður það? Er það mismunandi áhersluatriði hjá mismunandi blaðamönnum eða hvað fyrst? Sko, nei, það held ég nú sko, eitt af því sem að gerir loftslagsmál ég veit ekki hvort að maður geti kannski sagt sem erfitt viðfangsefni og það er að þau eru bara og þetta er búið að vera í sko áratugi og fréttir eru sko í eðli sínu þannig að þær eiga sömuleyti erfitt með að takast á við eitthvað sem eru svona langtíma breytingar. Þær eru svolítið svona bundnar við sko hvað gerðist. Það eru stöðugar fréttir af ykkur sem gerðist af flóðum í Valencia, af skógareldum í Kanada, þurrkum í Afríku og
núorðið hika fjölmiðlar ekkit við að segja þetta að völdum loftslagsbreytinga, þetta bara í samræmi við það sem að vísindamenn hafa sagt að myndi gerast, öfgar í veðurfari verða tíðari. Hér hafa verið fluttar fréttir af því þar sem verið að tengja til dæmis rigningar, mjög mikla rigningar og aurflóð og annað hér, og það bara tengt beint við loftslagsbreytingar, séu afleiðingar af því. Þannig að það stöðugt í sjálfu sér verið að fjalla loftslagsbreytingar, en ég veit ekki alveg þegar þú segir þess á milli eins og það gleymist eða sé ekkert að gerast, hvað nákvæmlega áttu fjölmiðlar að vera að fjalla. Ég meina þeir segja frá skýrslunum sem eru birtar reglulega viðtöl í fréttum við vísindamenn sem eru að vara við hinn og þessu, og það sagt frá atburðunum sem eru að gerast. Þannig að það sem ég ávið að það þarf að vera eitthvað samræmi á milli fréttirnar sem þú ert að flytja til dæmis og svo þegar þú ert að tala viðtal við stjórnmálamann til dæmis, en þú ert að segja að það sé rosalega alvarlega fréttirna eitthvað sem geti gerst, og svo í næsta viðtali þú ert að tala við stjórnmálamann og láta eins og þetta skipti engu máli. Það ákveðið missamræmi, það passar ekki alveg saman. Já, ég meina það má svo sem segja það og við ræddum það áðan, og ég alveg sammálaður í því að það svolítið skrítið að vera með 2,5 tíma umræðu þátt það sem skiptir máli í komandi kostningum. Og bara svo sagt þá geti ég taka einhverja undæmi frá öðrum fjölmiðlum, þetta ekki bara úr RÚV. Ég búin að fylgjast aðeins með, þú veist, svona umræðu þætti hjá Vísi og hjá MBL og það eru allir formenn fengin í viðtal og ítarlegt viðtal og ekki spurt loftslagsmál. Þannig að þetta svona eitthvað mjög algengt, en svo hinn hliðin líka að varðandi fréttaflutningin, þá hafa sem velt fyrir sér hvort það sé endilega gott að flytja bara fréttir af því sem illa fer, eins og flóðir og skógareldar og svona hluti sem í rauninni eru búnir að gerast og ekkert að gera neitt í, að þetta kannski ítir undir þá hugmynd að þetta sé vonlaust og í rauninni ekki hægt að gera, í staðinn fyrir að flytja líka fréttir að því til dæmis þegar einhver ríki eru að setja nýja lagasetningu grænþvott eða að finna einhverja nýja leiðir til að draga úr losun, eitthvað svoleiðis. Maður sér miklu færri af þessum fréttum, finnst mér. Já, svona fréttir sem að gefa til kynna að það sé hægt að gera ýmislegt, en ekki bara horfa á eldinn og flóðirnar og allt þetta. Já, fyrir það fyrsta þá held ég að það sé alveg fréttir af þessu. Ég veit ekki hvað ég séð margar til dæmis alls konar mögulegar tæknilausnir, niðurdælingu eins og Carpfix eða lög sem eru sett, reglugerðir sem að Evrópusambandið er að vinna í, það sem er verið að vinna gegn og alls konar, þú veist, litlar eða stórar fréttir ýmislegt sem er verið að reyna að gera til þess að vinna á móti. Það eru til, en spurning hvort það mættu vera fleiri. Já, eða líka spurning kannski hvort að fólk mætti taka betur eftir því sem að þó ég meina það, eins og ég segi, það er, og þetta er alveg svona klassísk gagnrýni á fréttir yfirleitt, að þær séu neikvæðar, það sé alltaf verið að segja frá því sem að miður fer en ekki því sem er jákvætt og gott, og á ekki bara við loftslagsmálin, og alveg heilmikið til í þeirri gagnrýni. Aftur, eins og ég segi, að þá er það svolítið einhvern veginn í eðli frétta,
að það er verið að fókusera á það sem að gerðist og er fréttnæmt sem að er mjög gjarnan eitthvað sem að miður fór og það er svona eitt af hlutverkunum er að veita aðhald og þá er það að býtu akkur er þetta svona, akkur er ástandið á Landspítalanum eins og það er, akkur er ástandið í loftslagsmálum eins og það er og hvað eru þið að gera í því. Maður getur, ef við til dæmis hugsum sko að þegar nú var að ljúka þessari COP-ráðstefnu að þá eru alveg sko fréttir sem er að segja þetta var nú ekki gott, það náðist ekki nógu góður árangur og fulltrúar fátækraríkja, þróunarríkja eru mjög ósátt við og svo eru líka aðrar fréttir sem er að segja já, en það var samt samkomulag og það er að minnstakosti jákvætt að ríki geti komið saman og komin sér saman sko eitthvað, þannig að já og nei en þú tekur þetta dæmi, þetta er gott dæmi hvernig er best að fjalla COP-ráðstefnur. Ég ætla ekki að þykjast vera með eina lausnina en ég veldi fyrir mér það er kannski erfitt að flytja góða fréttir af COP-ráðstefnum því yfirleitt er niðurstaðan frekar léleg af þessum ráðstefnum. Það er búið að vera núna, ég man ekki hvað, 30 og eitthvað ráðstefnur og maður sér að það hefur engin áhrif haft á losun í heiminum og einfaldan ástæðan er einfalda er að alþjóðastofnanir hafa engin völd þannig að þær geta ekki skikkað ríki til þess að fara í miklar aðgerðir hjá þeim nema þeir vilja það. Þannig að annarkvort vilja ríki gera eitthvað eða ekki en það ræst ekki í rauninni á þessum ráðstefnum heldur bara á alþingi og þingi hvers ríkis fyrir sig og þannig að var kannski ekki endilega gott að flytja jákvæða fréttir ráðstefnur sem skila hvað sem er engu en kannski frekar að flytja meira fréttir hvað er að gerast eða ekki gerast á alþingi til þess að draga úr losun hjá okkur og kannski hafa fókusinn frekar þar heldur en á þessum ráðstefnum. Já, ég undir svo sem ekki sko hvort að eitt útilokar annað sko. Íslenski fjölmiðlar flytta miklu meiri fréttir af því sem er að gerast á alþingi heldur en nokkuð tímann af einhverjum COP-ráðstefnum sko. Já, en ég menna fréttir sem að tengjast akkurat þessu máli sko. Já, bæði. Ég held að séu fluttar fleiri fréttir af því sem er að gerast og alþingi er að samþykkja sem að tengist loftslagsmálum á einhvern hátt heldur en nokkuð tímann af COP-ráðstefnum og svo held ég að það sé nú kannski einföldun að halda því fram að alþjóðastofnanir hafi ekkert vægi og það sem að gerist þarna skipti engu máli. Það er auðvitað alveg rétt sem þú segir að þetta eru ekki skuldbindandi samþykktir sem eru eða samningar sem eru gerðir þarna en hins vegar ríki sem að ákveða að fylgja því sem þar er ákveðið þau gera það af því að það er ákveðið þarna og ef að það væri ekkert samkomulag og engin svona hvað maður að segja tilraun gerð á alþjóðavettvangi til þess að semja eitt eða neitt að þá hefði það auðvitað áhrif líka á þær ákvarðanir sem hvert ríki tekur fyrir sig sko. menn svona skipa sér í ákveði lið á alþjóðavettvangi sko. Þannig að en maður sér það oft gerst þannig að ríki eru kannski búin að móta sér stefnu í þessu máli eins og á Íslandi við erum með ákveða stefnu í loftslagsmálum og svo förum við á COP og við komum ekki tilbaka með allt öðruvísi stefnu, við erum áfram með sömu stefnu, það er bara ríki mæta þarna til þess í rauninni að kynna sína stefnu en ég og held maður sér engin breyta allt í einu sína stefnu út af þessi ráðstefnu. Ég held að aðeins að ég ætla mér að reyna að vera einhver sérfræðingur í því sko, að þá held ég að stefna Íslands í loftslagsmálum sé ekki eitthvað sér sem að var fundið upp á Alþingi Íslendinga sko. Heldur sé þetta afleiðing af sko, umræðu samningum og viðleitni ríkja á alþjóðavettvangi
til þess að hérna, bregðast við loftslagsmálunum og ef það væri ekkert þar að gerast að þá væri kannski heldur ekki mikið að gerast hér hjá okkur. Já, það er aðeins að íkja þegar ég sé það að það Já, skiptir ég veit. Ég meira að segja svona að Nei, þetta mun ekki breyta öllu. En þú veist, eins og ég segi, ég ætla ekki að draga úr því að fjölmiðlar geti gert margt betur. Ég held eins og að þeir séu að gera margt ágætlega. Þetta eru gríðarlega flókin mál og erfið mál. Annars vegar er krafan þið verðið að vera að fjalla þetta, þú veist, ég meina, getur verið eitthvað stærra undir, heldur en bara beinlínis framtíð mannkyns, akkur ertu ekki að fjalla það á hverjum degi, og svo ef að það er stöðug umfjöllun að hérna, að hér sé alltaf að fara til landskotans og framtíð mannkyns sé í húfi, að þá er ásökunin, þið eru svo neikvæð, það er ýmislegt að gerast, akkur er ekki verið að fjalla það. Myndi bara fólk hægt að lesa fjölmiðlar ef það væri fyrir utan það að þetta er hérna, og svo finnst mér reyndar líka mikilvægt að benda á að því að minnst mjög oft er að vera að tala fjölmiðla, þá er alltaf fókusin á fréttir og fólk er að pikka út einhverjar fréttir og þetta var nú ekki nógu gott eða þar fram til göttunum en hérna það er heilmikil umfjöllun loftslagsmál í fjölmiðlum þó að það sé ekki alveg svona fréttatengt eða þó það flokkist ekki fréttir, það eru alls konar þættir þar sem er verið að fjalla þessi mál frá alls konar hliðum, það hafa verið hérna hlaðvarpsþættir á RÚV loftslagskvíða, ungt fólk og hérna svona þeirra framtíðar sín í ljósi umræðunar. Það er verið að fjalla í hérna þáttum í sjónvarpum hvað við svona sem einstaklingar getum gert, þannig að hérna, og þetta á ekki bara við svo fjarri því íslenska fjölmiðla, þetta er gerast út hérna allan heim. Guardian er til dæmis með bara alveg sérstakan hérna dálk eða hvað maður á að kalla það, þar sem er bara, þú veist, þannig að umhverfismálin, loftslagsmálin eru þar bara stöðugt á dagskrá og hérna þannig er það mjög víða. Það er líka þannig að það getur verið mjög misjafnt á milli fjölmiðla, bara alveg þessi sagt að sumir fjölmiðlar eru nánast ekkert að fjalla með þetta og aðrir mjög mikið, þannig að Guardian til dæmis er mjög mikið að fjalla með þetta. Já, það hefur hérna bara mótað sér þá stefnu að þetta sé bara eitt af brýnustu málum samtíðarinnar. Það er rétt hjá þér að það er ekki bara fréttir sem skipta máli, það er líka alls konar annað efni sem að fjölmiðla geta flutt og kannski mín gagnrýni, eins og þú segir, ég gagnrýnin á fjölmiðla en ég líka gagnrýnin á alla aðra, á stjórnmálamenn og aðra. Þannig að mín gagnrýni er ekki endilega svo að ég ekki talað þetta heldur, alveg eins og hjá stjórnmálum stundum eru sett einhver lög til þess að draga úr losun, eins og ég veit ekki ívilnun fyrir rafbíla og svo gert eitthvað annað sem á móti gera það verkum að losun eykst alveg út úr öllu hófi. Ég veit ekki, tvöföldum fjölda ferðamanna til landsins til dæmis og það virðist vanda svona heildar sín á þetta, þannig að það sem við erum að gera hér, við sem ekki að eyðileggja það hinum eins og það er svolítið þannig líka hjá fjölmiðlum að maður finnur margar góða fréttir loftslagsmál en svo finnur maður alls konar annað sem að vinnur gegn því sem að þeir eru að gera með þessu, skilur við. Vandar ekki að setja sér svolítið heildar stefnu málefni, þú veist, hvað ætlum við að gera svona á heildina lítið og horfa á þetta sem einhverja heild? Já, það er náttúrulega aðeins spurninga þú veist, hvað er fjölmiðill og hver á stefna, fjölmiðill er ekki getur verið það, skilurðu, og það er atriðið að sé til alls konar og fjölbreytt hérna og en ef maður er að hugsa bara svona hérna meginströms
landsdekkandi fjölmiðla sem eru bara að fjalla Íslands samfélag í umheiminum og þar fram til göttunum, að þá er kannski þá svona næstum eins og þú sést að fara framhá að það verði sko málgagn einhverjar tiltekinnar stefnu. Það er gott að þú nefnir það, þetta var einmitt næsta spurningin sem eiga fjölmiðlar að vera hlutlausir eða geta þeir verið hlutlausir og háðir, frjálsir eins og þeir stundum vilja kalla sig. Þú þekkir kannski að ég hef verið frekar gagnrýninn á þessari hugmyndum að þeir geti verið hlutlausir en hvað finnst þér það? Sko þetta hugtak hlutlaus eru þetta mjög erfitt og það er mjög auðvelt að sko gagnrýna það og segja það getur enginn verið hlutlaus og þá við bæði sko einstaklinga og líka fjölmiðla. Þú ert partur af ákveðnu samfélagi, alin upp í ákveðnu samfélagi, þú ert partur af ákveðnu menningu og einhvert algjört sko hlutleysi held ég er ekki eitthvað sem að mér finnst það bara ekki sko gagnlegt hugtak að nota og ég held að fjölmiðlar séu aldrei hlutlausir í þeim skilningi. Þú getur eins og tamið þér sko ákveðin vinnubrögð sem að sko byggjast á hlutlægni og þú getur sem að það sem að sko blaðamenn svona stefna að þú temjir þér þegar þú ert að fjalla mál ákveðna hlutlægni og mér sjálfur hafandi sko bæði unnið lengi sem blaðamaður og kennt blaðamennsku finnst það í sjálfur sér ekkert endilega að vera mjög flókið verkefni. Ég get og fjölmiðlar geta og blaðamenn geta fjallað einhver ákveðið mál sem að þeir kannski hafa ákveðna skoðun án þess að sú skoðun endilega liti umfjöllunina en þeir verða alltaf partur af sko því samfélagi og þeirri sko menningu sem þeir lifa og hrærast í. Ef við tökum þetta dæmi þá sérstaklega loftslagsmálin, hvað þýðir þá ef blaðamaður vill vera hlutlaus, þýðir það að ég ætla bara að lýsa stöðunni eins og hún hvað er að gerast í heiminum en ég ætla ekki að taka afstöðu til þess hvort það þurfi að fara í einhverja aðgerðir eða bara hvort við bara látum þetta vera eins og það er. Þannig ég ætla ekki að til dæmis ef það er einhver frétt að einhver ríki hafi dregið úr losun þá er það hvorki jákvæðni neikvæð frétt af því ég er bara hlutlaus. Aftur á móti ef þú segir að sem blaðamaður þá er ég hlynntur því að við drögum úr losun þá verður fréttaflutningurinn svolítið öðruvísi af því þá er þetta orðið jákvæð frétt að einhver sé að draga úr losun til dæmis. Þannig að það skiptir öllu máli hvernig sem blaðamaður hvernig maður túlkar þessa hugmyndum hlutleysis. Þetta er í sjálfsög sko ágætt dæmi einmitt af því að sko fyrir það fyrsta eins og segi þá finnst mér bara ekkert gagn að því að nota þetta hugtak hlutlaus. Þannig að maður talar að vera hlutlægur þar að segja að maður sé ekki að taka bursi frá þínum eigin skoðunum að þá getur þú fjalla hlutlægt eitthvað efni og á sama tíma eins og ég sagði að þá ertu alltaf partur af því samfélagi og þeirri menningu sem að þú og þinn fjölmiðl tilheyrir. Eitt af því það er ýmislegt í okkar samfélagi
og því samfélagi svona þjóða sem að hérna, við tilherum og bara, þú veist, maður getur talað alþjóða samfélagið í því. Það til alls konar mannréttindasáttmálar og hérna þannig að það ýmislegt sem að sko er viðurkennt að má og má ekki og hérna þegar þú sem blaðamaður til dæmis að fjalla sko hérna og ég ætla bara að taka mannréttinda brot sem dæmi svo get ég farið yfir í loftslagsmálin að þá hérna afstaða fólkin bara í grunninn þegar þú byrjar að tala eitthvað sem að voru mannréttinda brot eða að nú hafi ríki afnumið dauðarefsingu, hún sé ekki lengur og þá það jákvæð frétt og það sem já við með sko hérna þú veist, ef maður yfirfærir þetta á loftslagsmálin að þá það bara orðið sko almenn viðurkennd staðreynd að loftslagsbreytingar séu af mannavöldum og að þær muni hafa þær afleiðingar að hérna mannkyninu standi bara sko veruleg ógn af ef ekki tekst að snúa við á þeirri braut. Þannig að það svona grundvallar afstaðan sem að hérna blaðamennska í nútíma fjölmiðlum byggir á af því að það grundvallar afstaðan í því samfélagi þeirri menningu sem þú tilheyrir. Þannig að þegar að það kemur frétt að ríki hafi tekist að draga úr, þá það alltaf jákvæð frétt. En einhver gæti sagt, til dæmis, ég veit fólk sem að reykir og segir, ég veit að það slæmt fyrir mig, en ég ákveða að það sé ekki þess verið að hætta, þetta svo gott, ég vil frekar bara þá deyja fyrr og allt til leið með það, ég vil frekar það heldur en að hætta að reykja. Þannig að einhverjir gætu líka sagt, þú veist, jafnvel þá sé viðurkennt að þessar breytingar séu eiga sér stað. Einhver geti sagt að bara áverfitt að hætta að nota olíu og kol og gas, þannig að ég þeirra skoðunar að við erum að sleppa því að fara í þessa aðgerðir og halda bara áfram eins og ekkert sé. Þannig að það ekki endilega sjálfsagt að það að draga úr losun sé jákvæð frétt, þannig að þú þarft að gera svolítið upp fyrir þér sem blaðamaður. Í hvaða átt vil ég heimurinn fari? Vil ég að við gerum eitthvað í þessu eða ekki? Já, sko, ég í rauninni að svolítið halda því fram að svo afstaða hafi verið tekin ef að hérna menn eru að starfa á svona, og svo alltaf, það alltaf svolítið erfitt að segja sko fjölmiðlar, af því að þetta auðvitað bara rosalega fjölbreytt og það alveg til fjölmiðlar þú veist, maður getur nefnt dæmi í Bandaríkjunum þar sem að sko því bara þar afstæðan bara svo að þessar breytingar séu ekki af mannavöldum, séu að minnsta kosti verulega ýktar og það sé ekki ástæði til þess að sko ráðast í þessar hérna umfangsmiklu dýru breytingar af því að hérna basically sé bara allt í góðu. Þú veist, auðvitað það ekkert þannig, ekki loftslagsmálin fyrir einhvern annan skapaðan hlut að það séu sko allir í heiminum sammála eitthvað en þessi hérna niðurstaða vísindamanna almennt viðurkennd og ég verði í rauninni alltaf jafn hissað þegar fólk verður hissað á því að meginstraumsfjölmiðlar fylgi meginstraumnum. Ég meina það bara einhvern veginn liggur í hlutarins og eins og í öllum öðrum kannski starfstéttum og samfélagshópum þá alltaf ákveðin tilhneiging til þess að fylgja hópnum sem sagt sem að alltaf erfitt að vinna gegn en það sem ég að reyna að segja hvenær viltu það sé unni gegn því og hvenær ekki sko, af því að nú til dæmis ríkjandi skoðun að hérna loftslagsbreytingar séu af mannavöldum það eru til vísindamenn stjórnmálamenn og fleiri sem halda því fram að þetta sé ekki svona
þetta séu sko verulega ríkjur og hvað eigum við þá ert að hvetja fjölmiðla til þess að heyra meira í því fólki eða þvert á móti Nei, það sem ég er að segja, hérna, það sem ég er að segja er að maður þarf bara að ekki rugla saman óhlutdrægni og það að fara eftir skoðun meirihlutans, skilurðu. Nei. Í þessu tilfelli þá er ég sammála meirihlutanum að þessar breytingar séu raunverulegar og séu að gerast. En kannski í einhverjum öðrum tilfellum er ég ekki sammála, þannig að sem blaðamaður ég vil ekki að hlutdrægni þýðir bara að fara eftir skoðun meirihlutans alltaf. Og þess vegna tekið sem dæmi að maður getur alveg hugsað að ég vel þó þetta sé að gerast, að það sé ekki þess virði að fara í einhverja breytingar. Það er eitthvað afstaða sem ég er ekki sammála, en sem einhver gæti haft og ég gæti ekki sannað að hann hafi rangt fyrir sér, af því hann viðurkennir breytingarna sjálfar, hann viðurkennir vísindin, hann er bara að segja að hann nennir ekki að fara í einhverja breytingar. Skilur, þannig að og sem blaðamaður, ef ég myndi hugsa ég ætla að vera hlutlægur, þannig að ég ætla ekki að taka afstöðu til þess hvort við þurfum að fara í breytingar eða ekki, þá myndi minn fréttaflutningur vera allt öðruvísi, því þá myndi ég bara fjalla ráðstefnur og aðgerðir eins og það sé eitthvað sem skiptir engu máli, því ég er alveg sama hvað gerist, hvað sem skilur við. En ef ég sjálfur þeirra skoður en að við þurfum að fara einhverjum breytingar, þá mun fréttaflutningurinn minn litast að því og þá er ég er ekki óhlutdrægur, ég er ekki hlutdrægur, ég er að draga, ég er í liði með þeim sem vilja fara í einhverja breytingar, þannig að ég er ekki hlutlaus að því liti, skilur við. En setjum hlutleysi til hliðar aðeins. Já, ég er löngu búin að setja hlutleysið, ég er ekki að ræða það, ég er að tala hlutdræg eða hlutlæg vinnubrögð. Við erum bara sammála að vera ósammála. Já. Fjölmiðlar eru oft að líka setja sig fram sem að kalla sig frjálsa og óháða. Hvernig túlkar þú það, hvað þýðir að vera frjáls og óháður fyrir fjölmiðil? Maður sér það á mörgum vefsíðum, sumra allavega fjölmiðla, segir við erum frjálsir og óháður fjölmiðil. Hvað þýðir það? Já, ég veit það ekki. Það eru kannski að spyrja viðkomandi fjölmiðla hvað þeir eiga við með því, sko. En aftur, það er... spurninguna, eru fjölmiðlar almennt frjálsir og óháðir? Er það hægt? Er það yfirleitt hægt? Já, það fyrir náttúrulega eftir í hvað þú ert að tala um, sko. Og frjáls og óháður frá, hverju, aftur, eins og ég segi, þú ert partur af einhverju samfélagi og það getur ekkert verið öðruvísi. Og svo er nei, að það getur ekki verið það. Fjölmiðlar þurfa þetta að reka sig og bera sig og umhverfið eins og það er núna er mjög erfitt fjárhagslega. Já, þannig að það eru háðir fjármagni til að byrja með. Til að byrja með og það eru alls konar hagsmunir og það eru sko rannsóknir eftir rannsóknir sem hafa sýnt fram á og það eru alls konar svoleiðis áhrif. Og nú eru mismunandi liðir til þess að fjármagna sig, eins og við vorum aðeins búin að nefna, auglýsingar, áskriftir, ríkisfjölmiðlar, styrkir og svo framvegis. Hvað telur þú að, ef við höldum okkur við þessi loftslagsmál, telur þú að það skipti einhverju máli hvernig fjármögnunin er? Hefur það einhver áhrif á fréttaflutningin eða skiptir það einhver máli? Er það ekki svolítið vandamál til dæmis sérstaklega hjá fjölmiðlum sem eru mjög háðir auglýsingatykkjum, að þeir eru oft hlutverki þess að auglýsa einhverja vörur sem eru kannski ekkert sérstaklega loftslagsvænar. Maður sér til dæmis oft mjög stórar auglýsingar fyrir flugfélög, fyrir oljufélög í blöðum og á netmiðlum og ertu ekki svolítið í erfiðri stöðu sem fjölmiðill að annars vegar flytja fréttir
að allt sé að fara til fjandans út af jarðefnaeldsneyti og annars vegar að hjálpa fyrirtæki sem eru að græða á þessu að hjálpa þeim að selja sig. Er þetta ekki svolítið vonlaus staða fyrir fjölmiðil? Þá ertu í rauninni að segja sko, ætti fjölmiðlinn að afþakka auglýsingar frá... Já, til dæmis, þetta sér kannski stefnu ákveða að kaupa að selja bara ákveðna tegund af auglýsingum til dæmis, þetta er bara einu hugmynd. Já, ég meina það hérna væri þá spurningin að sko kannski eigum við bara að leggja upp laupana, skilurðu? Og hérna og þá erum við komin að því, veist, getur svona fjölmiðlitt ef hann getur ekkert annað gert en þetta getur hann verið óháður og frjáls, veist? Eins og þú segir, kannski ekki til fjölmiðl sem frjáls að þessu leyti. Sko, og það líka hérna, þá alltaf, þú veist, já, ákveðin þversögn, þú veist að auglýsa þarna einhverjar hérna olíuvörur eða flugferðir og við vitum að þetta hefur ekki góð áhrif á loftslagið og svo ertu að skrifa einhverjar fréttir að hérna allar þessar flugferðir þar hafi vond áhrif á loftslagið og hérna og þetta er svona bara eins og tveir aðskildir heimar og hérna það er það sem að sko telst vera sko vöndu blaðamennska og það er stefnan sem að hérna fjölmiðlar sem að vilja láta taka sig alvarlega setja sér að það hvað er auglýst eða ekki auglýst á ekki að hafa áhrif á umfjöllun fjölmiðlisins Já, á að vera þessi veggur á milli. Það á að vera þessi veggur á milli, sko. Ritstjórnar og auglýsingadeildar. En hefur svo þú virkilega trú á að þessi veggur sé að halda? Ég held að hann gerir það sumstaðar og svo sumstaðar gerir hann það ekki. Það er aftur eins og við nefndum áðan sko að segja fjölmiðlar eru eða fjölmiðlar gera. Að, þú veist, það eru þetta hérna rosalega misjafnt. Ég held að þessi veggur haldi ágætlega á flestum ritstjórnum íslenskra fjölmiðla. Því að þú veist, maður segir stundum maður býtur ekki höndina sem gefur manni að borða. Nei, maður býtur ekki höndina sem fæðir mann, sko. Og þetta er hugmyndafræðin á bak við lög til dæmis styrki til stjórnmálaflokka að við getum ekki leyft risastór fyrirtæki að borga stjórnmálaflokkum einhverjum milljörðum í styrki þá vitum við hvernig það endar og okkur finnst það sjálfsagt en þegar kemur á fjölmiðlum þá ímyndum við okkur til dæmis að það sé hægt að einhverju fyrirtæki sko, ég meina það er þetta í fyrsta lagi sko þá er það alveg gegnsætt sko, ég meina ef auglýsingarnar sjást ekki í fjölmiðlum skilurðu þú sér auglýsinguna en þú sér ekki hvað fyrirtæki það er að borga er hægt að nálgast einhvers staðar upplýsingar hvað fjölmiðlar eru að fá í auglýsingatekjur frá þessu meðal annars á margum ræddri Hagstofu að þá hérna Hagstofu já ég meina Hagstofan er með sko upplýsingar fyrir það svona heila og menn hafa einhverjar ákveðnar hugmyndur sko hvað auglýsingar besta tíma í sjónvarpi kostar og þar fram eftir göttunum sko, og hverjir eru stærstu auglýsendurnir þetta ekki fjölmiðlar að vera gagnsæri með þetta og byrta bara sjálfur eins og stjórnmálaflokkar gera svona erum við að fá í peningum frá hinum og þessum fyrirtækjum væri það ekki til bóta fyrir gagnsæina sko, þetta er náttúrulega samkeppnismarkaður skilurðu en í stjórnmálum er líka samkeppni já, en ekki kannski á sama hátt sko þetta eru þetta fyrirtæki sem eru verið að reka og þannig að spurningin ég meina þú gefa þetta út sko ársreikninga og þarframandi göttunum sko og ég, þú veist, mér dettur ekki einu sinni í hug að reyna að halda því fram að það hafi engin áhrif á hvorki sko hverjir eiga fjölmiðlana eða auglýsingatekjurnar en það sem ég er að halda fram og
tel það sé ekki stóra vandamálið í íslenskum fjölmiðlum, að það sé ekki verið að fjalla um eitthvað eða sé verið að fjalla um eitthvað á tiltekinn hátt af því að viðkomandi keypti auglýsingu í blaðinu. En telur þú að það væri heppilegt til dæmis að færa sig meira úr svona kerfi sem byggt á auglýsingatekjum og ég verið í eitthvað kerfi sem væri meira byggt til dæmis á styrkjum? Væri það kannski heppilegra fyrir í þessu tiltekna dæmi með loftslagsbreytingar? Það náttúrulega bara blasir svolítið við að þessi hefðbundna fjármögnun á fjölmiðlum í gegnum auglýsingar bara ekki að ganga upp og á meðan ekki komið eitthvað annað kerfi í staðinn að þá sýnist mér einhvern veginn að það að halda úti vandaðri frétta umfjöllun og vandaðri fjölmiðlum alls konar sem að við þurfum að vita, jafnvel þótt okkur kannski langi ekkert endilega til þess að vita það, að það þurfi að koma til styrkir. Svo getur verið að ríkjum og ríkjasamböndum eins og Evrópusambandinu eigi eftir að verða ágengt í að ná einhverjum tekjum frá þessum stóru tæknirisum sem eru eins og við vorum að ræða áðan að nota þetta efni, þannig að það komi aftur inn í miðlana tekjur. Það eru vissulega vísbendingar í það átt að áskriftir eru að aukast og verða stærri partur af tekjum fjölmiðlana og það breytir þetta daldið fjölmiðlunni þegar það eru fyrst og fremst lesendur þínir eða áhorfendur sem þú þarft að vera að hugsa um en ekki auglýsendur. Við komumst ekki mikið lengra að sinni Valgerður, þetta var búið að vera mjög skemmtilega umræður, kannski bara ein stutt spurning að lokum. Það verður stundum verið að tala um að það sé lítill markaður á Íslandi, fjölmiðlamarkaðurinn, fáir blaðamenn og mikið að gera hjá þeim alltaf og það er ekki mikið svigrúm til þess að sérhæfa sig í einu eða neinu, þannig að menn eru oft svolítið generalistar eins og það heitir og þetta hefur kannski verið hluti af vandamálinu þegar við tölum til dæmis loftslagsbreytingar, að þetta er mjög flókið málefni og margar hliðar á þessu og það getur verið kannski freistandi fyrir almennan blaðamann sem hefur ekki sérhæfingu í þessu að segja bara, þetta er bara flókið, ég ætla að setja þetta til hliðar eða segja bara, ég ætla að finna einhvern vinnmannlanda til að segja eitthvað þetta og búið. Er það kannski hluti af vandamálinu heldur þú? Ein lítil stuð spurning í lokin. Það er auðvitað þannig, já, að hér eru fáir blaðamenn og flestir generalistar og það er ekki mikið svigrúm fyrir svona að setja sig vel inn í og hafa þekkingu á málum eins og loftslagsmálum áreindar við um fleira og já, það hefur vissulega þau áhrif að það hefur ekki þau áhrif, ég meina það er fjallað um loftslagsmál í íslenskum fjölmiðlum og heilmikið en örugglega oft sem að blaðamaðurinn þá verður bara að finna skilur einhvern sérfræðing til þess að tala um það og ef að þú hefur sjálfur ekki þekkingu að þá ertu þetta í þeirri stöðu gagnvart viðmælanda þínum að þú getur kannski ekki verið að spurja mjög krítískt hvort heldur það er stjórnmálamaður eða sérfræðingur eða hver það er þannig að það er já, vissulega eitt af vandamálunum sem að við glímum við hér Var það til bóta að
aðstoða blaðamenn við að sækja sér meiri fræðslu loftslagsmál, þannig að þeir verði allir, kannski ekki allir sérfræðingar, en allavega allir með betri grunn, hvað það varðar. Sko það ýmislegt svoleiðis í boði, og það eru sko nokkrir blaðamenn sem maður gæti nefnt sem eru bara mjög vel að sér og hafa bara af einskjærum áhuga og kannski mest á eigin kostnað sett sig vel inn í þessi mál, en svo eru líka það ekki síst sko Norræna blaðamannamiðstöðin sem að hefur gengist fyrir svoleiðis fræðslu og haldið alls konar námskeið meðal annars hér á landi og en mér finnst þú reyndar að sko blaðamenn mættu fá kannski meiri stuðning frá sínum vinnuveitendum og fjölmiðlum til þess að sækja fræðslu að því tagi sko, þannig að þú sért ekki að gera það í þínum þetta tekur tíma frá vinnunni náttúrulega, þannig að maður þarf að hafa sveigrúm til þess. Já, það það sem ég á við sko, að það þyrfti að vera sko meiri stuðningur þannig að þú þurfir ekki að vera að gera þetta sko þegar þú kemur heim á kvöldin að loknum löngum vinnudegi. Það er auðvitað líka sko á vegum blaðamannafélagsins sjálfs í boði svona styrkir til þess að sækja námskeið og endurmenntun, en það er auðvitað líka bara eitt af því sem að sko gerir hlutina erfiða þegar að fjárhagsstaðan er mjög þröng, að þá þarf bara hver og einn að hlaupa hraðar og framleiða meira, sem að eru þetta ekki gott fyrir umfjöllun eins og loftslagsmálin sko, sem að þarf kannski dýpri þekkingu, meiri tíma, lengri umfjöllun. Ég held við sem komin með margar góða hugmyndir hvernig hægt að bjarga heiminum, þannig að ég held að allt verður miklu betra á morgun. Vonandi. En þetta búið að vera mjög gaman að heyra þína sýn á þessu öllu saman, Valgerður, og ég vona að hlustendur hafi haft gaman að því. Takk fyrir komuna, Valgerður. Takk.